Ég lækka bara alveg í þessu núna. Ok, ég bara hækka bara það fyrir það. Ok, nice. Góða kvöldið og verið velkomin á leik Hauka og Grindavíkur í 12. umferð Inkasso-deildarinnar hér á DB Schenker-vellinum á Ásvöllum. Ég ætla að kynna liðin og byrja á liði gestana. Númer 1 Kristján Jajajolo, númer 5 Francisco Eduardo Cruz de Mor, 6 Rodrigo Gómez Mateo, númer 7 William Daniels, númer 8 Gunnar Þorsteinsson, númer 10 Alexander Veigar Þórarinsson, númer 11 Haukamaðurinn Ásgeir Þór Ingólfsson, númer 14 Andri Rúnar Bjarnason, númer 18 Juan Manuel Ortiz Jiménez, númer 23 Jósef Kristinn Jósefsson fyrirliði og númer 24 Björn Berg Fríðar. Varamenn Grindvíkinga í dag eru þeir Anton Helgi Jóhannsson, Hákon Ívar Ólafsson, Matthías Friðriksson, Óli Baldur Bjarnason, Ari
Jóhannsson og Hósiel Alvesti Olivera. Þjálfari Grindvíkinga Óli Stefán Flóvensson og honum til aðstoðar Milan Stefán Jankovic. Liðsstjórar þeir Arnar Már Ólafsson og Guðmundur Ingi Guðmundsson. Sjúkraþjálfari Sigurður Ingi Árnason. Og þá það við okkar heimamenn í Haukum, númer 14, markvörðurinn Terence William Dietrich. Númer 2, Sindri Hrafn Jónsson. Númer 4, Aran Engan Panja. Númer 8, Daði Snær Ingason. Númer 9, Elton Renato Livramento Barros. Númer 11, Arnar Aðalgeirsson. Númer 15, Birgir Magnús Birgisson. Númer 17, Gunnlaugur Fannar Guðmundsson. Númer 18, Daniel Snorri Guðlaugsson. Númer 22, Aron Jóhannsson. Og númer 27, fyrirliðinn Alexander Freyr Sindrason. Varamenn Hauka í dag eru þeir Óskar Sigþórsson, Guðmundur Arnar Jónsson, Haukur Ásberg Hilmarsson, Gunnar Jökull Jones, Viktor Ingi Jónsson, Dagur Dan Þórhallsson og Alexander Helgason. Þjálfar okkar Haukamann að sjálfsögðu Luka Kostic og honum til aðstoðar Þórarður Dan Jóhannsson, Elís Fannar Hafsteinsson liðsstjóri og Einar Haraldsson sjúkraþjálfari. Dómari í dag Helgi Mikael Jónasson og honum til aðstoðar þeir Steinar Berg Sævarsson og Þórður Arnar Árnason. Eftirlitsmaður KSÍ Óskar Klausen. Áður en við hefjum leikinn viljum við í Haukum fá að heiðra einn leikmann okkar sem spila á dögunum sinn 100. leik fyrir Hauka. Mikilvægur liðsmaður í Haukafjölskyldunni og í dag spilar hann sinn 100. leik. Gefið gott klapp fyrir Aron Jóhannssoni. Aron JP eins og hann kallar eftir okkur og nú ætlar Elías Atlason formaður meistaraflokksráðs að fá að afhenda honum blómvönd. Ég vona að þið njóti leiksins, hvet ég ykkar lið áfram af háttvísi, áfram Haukar! Góðan daginn, kæru áhorfendur og velkomin á Schenkervöllin, þar sem að Haukar taka á móti Grindvíkingum. Hjá mér í settinu engin annan en Guðjón Pétur Lýðsson. Guðjón, vertu velkomin. Takk kærlega fyrir það. Spurning sem að ég spyr alla hérna sem kom í settið. Ertu uggandi yfir stöðu ljóðsins? Nei, alls ekki. Bara virkilega ánægður með stöðu ljóðsins. Frábært, það gott að heyra, en leikurinn hafinn og það voru Haukamenn sem byrjaði hérna með boltan en ákveða að sparka honum bara út af og því má segja að Grindvíkingar byrja með boltan raunni og það langt út spark. Haukar vinna ekki fyrsta skallaði við. Nei, vinna ekki, það segir oft mikið hvernig leikurinn fer, fyrsta skallaði við. Ásgeir Ingólfsson hann í baráttu. Þarna fyrrum Haukamaðurinn og fyrrum Haukamaðurinn, ávallt Haukamaður, Ásgeir Þór Ingólfsson eða sjóarinn síkáti eins og hann oft kallaður. Í Grindavík sérstaklega. Sérstaklega í Grindavík. Hann þarna á, hvað, miðjunni? Nei, hann í bakvörðinu, hann kominn í bakvörðin. Það sem við heldum alltaf að væri best annars. Já, við sögðum honum lengi. Það er greinlegt að Óli Stefán og Milan vita sitthvað knattspyrnu. Greinilega, mjög klárir. Já, en kemur óvart þeir eru búin að taka fyrirlefandi af honum. Já, það ég sé að teka þetta í Ásgeir, kemur gífurlega óvart, enda Ásgeir stórkostlegur leiðtogi og mikill liðsmaður og þessi ákvörður kemur óvart, verð ég að segja. Spurning hvort hann hafi gert eitthvað, brotlegur, eitthvað. Ég heyrt að staðablað í Grindavík mikið verið að skrifa þetta og þetta var bara stefnubreyting hálf fyrir og hætti að vera að grínast eitthvað og... Já, hann ekki nú alvarlegur. Fannst hann ekki nú alvarlegur, já. Já. En hins vegar hann frábær leikmaður og... Stórkostlegur leikmaður. Þú spilaði nú með hann hérna á miðjunni á Schenkervellinum til margra ára. Jú. Nei, heyrðu, það bara komið mark. Og Ásgeir byrjaði þeirra sóknum hérna. Ásgeir að sjálfsögðu arkitektinn að þessari sókn.
og það engin annar en Alexander Veigar Þórarinsson með þetta mark. Einhver misskilningur í vörn Hauka og þeir einfaldlega refsa. Mark Grindavíkur gerir leikmaður númer 10, Alexander Veigar Þórarinsson. Leiðilegt að segja fyrir því að Þróttarinn hefði heldur betur geta nýtt sér hennar leikmann í Pepsi-deildinni. Já, hann fór frá Þrótti núna fyrir þetta tímabil. Og mjög sterkur leikmaður að fyrir henni, góður. Virkilega góð leikmaður, þeir hefðu líklegast geta nýtt hann. Já. Hann markaðistu Grindvíkinga með 6 mörk í deildinni, af miðjunni, sem ekki ónýtt. En það spurning hvernig Haukar bregðast við þessu. Já. Guðjón, hvað viltu sjá núna í framhaldinu? Hvernig viltu sjá Haukamenn bregðast við? Fara fram á völlinn sem að þeir kannski ekki þekkti fyrir, en þetta örugglega svolítið högg fyrir Haukamenn sem vanir að liggja tilbaka og beita skyndisóknum. Já. Vonandi fái kannski að sjá meiri knattspyrnu á Haukaleginu í dag sem sundu spila Grindvíkingana. Já, þetta riðlar líklega eitthvað skipulag í Haukana. Jú. Mér finnst það líklegt. Þegar Ásgeir Ingólfsson með boltan, hvað gerir hann? Ásgeir Ingólfsson, hvað gerir hann? Þetta frábærlega gert hjá Ásgeiri. Fiskar einkast. Nei, heyrðu hann markspyrnu, enn betra. Glæsilegt hjá Ásgeiri. Virkilega flottur leikmaður á ferðinni. Ótrúlegt eiginlega að liðið í Pepsi-deildinni hafi ekki sýnt honum áhuga. Eða hvað? Og bara ótrúlegt að hann hafi ekki tekið þetta skref upp í Pepsi-deildina. Já, áhuginn hefur verið til staðar. Já. Það voru alltaf bundað miklu vonum við hann og hálfgráðlegt að sé ekki ennþá komin það stað sem hann ætlaði sér. Já, efnilegasti leikmaður annarra deildar 2007. En það efast enginn að hann góð leikmaður. Það efast enginn hæfileika þessa stráks. Nei. Hann bara svoleiðis. Hann með einn gast, finnum hann sjálfsögðu. En ég spyr, hvað Úlli? Úlfar Hrafn Pálsson, mikið blóttaka fyrir Grindvíkinga en hann meiddist alvarlega núna fyrir stundu síðan. Já, ok. Það skellur. Mikill skellur og á leiðinni aðgerð núna. Ég var að tala við faðir hans, Pál, og hann sagði mér að hann var á leiðinni aðgerð núna 18. ágúst og verður ekki meira með næsta árið. Það skellur fyrir Grindvíkingana, ekki góða fréttir fyrir Grindavík. Enda fjöllegur leikmaður Úlli þar fara menn upp með deildir. Já, hann hefur þekktur fyrir að rífa lið í gang og henda deild. En hér knattspyrnuleikur í gangi og það eru Grindvíkingar sem eru sterkari. Enda búin að vera frábærir í sumar. Já, búin að skora 26 mörk. Og fá á sig nokkur, ef ég maður rétt. Ekki það mörk held ég. Hvað eru búin að fá á sig? Við kíkjum á pappírana. Það stendur ekki. En þeir hafa fengið eitthvað mörk á sig. Líklega eins og flest lið. Já. Hérna 11 mörk á sig. Tjáði fréttareitari fótbolta.net okkur. Það reyndar ágætis tölfræði, þannig að ég myndi segja að varnarleikur Grindvíkinga er ágætis svona, marka meðal til leik. Já, í plus. Já. Ég marka við og 26, þetta ef það er að fá marka á sig í 1 í hverju leik og skora 2, þá það fínt, en mig grunnar það sé ekki alltaf þannig. Líklegast ekki. Það var að Sindri. Hann munda fótinn. Það hárbolti. Það flottur bolti, en gott að sjá að það alveg einn Haukamaður í teignum og það einn Haukamaður miklu hann á móti 4 Grindvíkingum. Þetta var svo mikið sem Birnir ekki? Nei, Daði Snær Daði Snær afsakið. Jú Birnir Snær, heitir hann ekki líka Birnir Snær? Jú. Já, þetta er eitthvað að rögla með hann að setja hann með Daði Snær, hann að ungur efnilegu drengur. Gaman að segja fyrir því að í Grindvíkingum er einn F-fáingur, þannig að þetta geta hvatt Haukamenn til dáða í þessu leik. Björn Berg Bríðu, F-fáing. danskur að ættum. Þannig kemur Bríðunafnið og fluttist í þarna ungur árum ásamt foreldrum sínum og hefur aðlagast íslensku samfélagi nokkuð vel og farin að tala íslensku og nokkuð bjagað, en samt flottur strákur og hann spilar hérna í svokallari Tommy Nielsen stöðu sem er svona rétt fyrir framan markmanninn. Aron gerir vel þetta. Daniel
spilar aftur og bak. Menn segja ofta að það sé betra að fara fram völlin en tilbaka. Það var Aran með langa bolta, það er dæmt á Elton. Þetta hef ég ekki séð áður. Má ekki gera neitt, heyrist í Halldóri Vallaþul og það er hárrétt. Helgi Mikael Jónsson, dómari leiksins, hann segir hingað ekki lengra. Þetta viljum við ekki hér. Flautar aukaspyrnu. Heyrðu, ljótt olbóðskot þarna. Langan bolta fram á við. Þá er það Arnar Ronaldo Aðalgeirsson. Tilbaka og svo er langur. Svolítið mikið þessu inn í byrjuleiks. Já, þetta er... Bolti tilbaka og langur upp. Þetta verður að segjast, er svolítið svo kannski leikur Haukamanna, er að spila lengur boltum og þannig að þeir þurfa nú eiginlega að breyta svolítið út af vananum þar sem þeir eru nú komnir eitthvað lundur og það væri gaman að sjá halda boltanum betur. Halda boltanum betur, já. Þetta er heyrðu, vá! Þetta er gríðarlangt engast í Ásgeiri, þvílíkur. Þetta er íþróttamaður. Þvílíkur íþróttamaður. Aron JB. Hann vinnur boltan hann. Það er ekki að fara að missa hann. Ég virkilega hjartna matöfnina fyrir leik þar sem að Aron er að spila sinn 100. á annan leik fyrir Hauka og fekk þar af leiðandi fallegan blómvönd frá knattspyrnufélaginu í þakkarskyni og þetta ger Arnar vel en þarna er einhver kominn til að hreinsa upp William Daniels eða Vilhjálmur Danielsson eins og hann er oft kallaður suður með sjó sem hefur spilað reynda mjög vel í sumar. Hann er búinn að flottur í sumar strákur sem kom frá Ægi að mig minnir svona alvöru Suðurlandspjakkur og búinn að vera flottur í sumar búinn að skora nokkuð mörk búinn að valda usla og Bræði hann á Ingólfsson nú taka þeir bara rólega strákarnir úr Grindavík. Það verður gaman að sjá hvað Haukamenn gera þeir liggja tilbaka og þeir breyta ekki þeir fara ekki frá sínu plani Haukamenn þeim eiga nú eiga það þolinmóðir já leikurinn er enn ungur já rétt þetta viljum við sjá fínt halda boltanum hérna komdu utan á kallið minn Aran tekur utan löpið og svo negla svo kemur bolti sem að Dæsnær nær ekki ágætis hugsunandi Arnari herðu Lúka er komin út á línu eitthvað bendir hann Arnari á að gera hlutin öðruvísi hann vill ekki sjá svona hann vill að síni menn sendi á samherja og hann var að koma þeim skilabóðum til Arnars að senda samherja, það er mikilvægt langur bolti völlin það er skallað og skallað angur til einhver tekur boltan og neglir honum löngum inn í en það er beint á hann Dietrich í markinu Austu þjóðveri Dietrich og búinn að vera hérna hjá Haukunum þetta er núna annað tímabil þess búinn að standa sem er prýði strákurinn en það er Austu þýski markmannsskólinn virkilega góður en það sér að það fallega spyrnur öruggur í höndunum og agaður, gífurlega agaður markmaður Grindvíkingarnir að halda boltanum vel hérna að halda honum vel en Dietrich að sjálfsögðu mættu til að heyra þennan ætli sé ekki með einstaklingi í beinni útsendingu í sögunni já, hérna er sérstaklega gestur hérna í myndveri Hauka TV það er hann Siggi litli 7 mánaða fjakkur 7 mánaða gamall Siggi ætlar að segja eitthvað við fólkið já, það er einmitt það
Þakku Sigurði fyrir þetta kærlega. Og það er rangstaða á Haukana. Lúka þarf eitthvað að brýna rangstöðuregluna fyrir leikmönnum Hauka. Þriðja rangstaða núna á fyrstu 12 mínútunum. Og það er langur bolti. Breiðu með langan bolta. Mjög langur. Virkilega langur bolti. Herra, þetta er vel gert hjá... Já, hann er öryggi uppmálið í markinu. Já, sjálfsögðu. Ég er ekki með gleraugu mín, þannig að ég sé ekkert hvaða leikmenn er að gera neitt. Þannig að þið verður bara að sjá það sjálfur, kæru áhorfendur. Herðu, Þórhallur Dan alveg vitlaus. Þrýti lóður kemur þetta á hliðalínu. Segir dómarum að líti eigin barm. Nei, Aran missir hann að klaufalega undir sig. Einbeitingin ekki alveg til staðar. Herru, þá mætir á svæðið Ásgeir Þór Ingólfsson. Nú ætlar hann að grýta boltanum. Oft er kallaður Ásgeir Einar fyrir Ingolstinn. Við viljum lýsa eftir móðu barns, Sigurður Brynjar. Hann leitar að móðu sinni. Við erum með hann skreið hérna upp til okkar, þessi litli drengur hérna, móður hans er einhvers staðar í stúkunni. Á leiðinni, við veitum það ekki. Hann er klæddur í bláar Adidas-buxur og... Hann er reyndar týndur í Adidas og Ritchie-kalla, það er mjög gaman að segja. Já, þess að geta móður hans skoraði með 2 mörk fyrir Hauka í gær, sem að sigraði Álftanes. Eftir að hafa komið inn sem varamaður. Ótrúlegt. Skoraði 2 mörk. Það er spurning hvort það sé ótrúlegt að hún sé varamaður. Já, það er eiginlega bæði ótrúlegt. En Haukar lögðu hérna Álftanes í gær, meistaraflokkur kvenna, 2-1. Og stefna hraðbyr upp í Pepsi-deild. Hraðbyri. Það er allt brjálæði í stúkunni. Nú er allt. Það er hárrétt. Nei, heyrðu, það er rángstað. Enn og þetta er ekki, kemur þetta ekki óvart. Vel dæmt. En heyrðu, nú er stúkan byrjuð að tralla, maður. Það er sungið og tralla í stúkunni. Enda toppmætingin áslum í dag. Já, það er ekki mörg laus sæti í stúkunni. Það er ekki mörg laus sæti í stúkunni. Algjör toppmæting. Og mér heyrðist, ég sýtti sjá Kallabjarna hérna á hann. Mættu til að hvetja sína menn. Það er líklega hann hefur verið að skemmt í hálfleik á Grindvíkingum, heimaleikjum. Þannig að sjálfsögðu mætir hann og styður sína stráka til sigurs. Vel gert hjá Elton. Hann gerir þetta vel. Sterkur strákurinn. Við setja hann á... Elton missir hann frá sér. Og Kristín Jæjaló. Hann handsamar hennan. Ég handsamar ekki, hann bara ákveður að taka hann ekkert með höndum. Og Breiðu byrja alla sóknir hjá Björn Breiðu. Þannig aftast. Það sem hann dreifir boltanum. Sóknar verið þannig að þeirra farið upp hérna hægra megin gegnum Ásgeir Þór. Og líklega það sem að Óli og Mílan hafa teiknað fyrir leikinn. Nei, heyrðu. Það er 2-0. Staðan er bara 2-0. Döminu og herrar. Ekki sé hver að var sem skoraði. Juan Manuel Ortiz Jiménez. Skoraði þetta mark. Ég sá nú ekki eins og hvað gerist þarna, Guðjón? Hvað? Sundurspilaði okkar menn. Sundurspilaði okkar menn, segir Guðjón. Ég er ekki sammála, ég ætla að segja þetta að vera algjör hefni. Algjört grísamark. Maður spyr sig af hverju framverðin skulle vera einn þarna. Já, það er góð spurning. En að sjálfsögðu byrja sóknin hjá Ásgeiri Þór. Já. Það er frábært og hann bendir á hausinn. Hausinn í gang, segir hann. Einbeitingu. Já, akkurat. Hann hættir ekki að vera leiðtogi þó að bandið sé farið. Nei.
Það er nú bara svoleiðis. Það er alltaf merkjum sterkan karakter. Já, virkilega. En Hauka fá hérna sína fyrstu hotspinnu leiknum. Daði Snær gerði þarna vel. Nei, og þarna kemur móðir Sigurðar. Þetta skamma sín. Og hetjan frá því í gær. En við missum góða mann úr settinu, það er nú bara svoleiðis. En það er hotspinna og það er Aron Jónsson sem að tekur þessa spinnu. Herrið, og hann tekur hann og þetta er eitthvað Það var teikna aðeingarsæðinu og gaman að sjá. beint aðeingarsvæðinu. Nei, sérna eftir þetta. Það er Ortiz og hvað gera þér? Nei, ekki góð sending og Alexander. Hvað ætlar hann að teikna upp? Oft kallaður arkitektinn, Alexander Freyr. Láta boltan ganga vel hérna Grindvíkingar. Það var Jósef. Ekki búin að sjást mikið í leiknum með Jósef, eða hvað? Nei, þeir hafa nú verið að fara aðal upp hérna hjá honum King Olsenni, þannig að það... Þetta eru bara 2 bestu bakverðir bara landsins. Ég veit ekki um annað lið sem er svona bakverðarpar. Ég myndi allan að Þó við segja leitum í úrvalsdeild. besta bakverðarpar fyrstu deildar. Já, alveg sko. Ég vil segja, ég vil Skandinavíu. Ég vil ganga svo langt. Nei, heyrðu, þetta var furðulegt, en Dietrich, hann kemur að sjálfsögðu í burtu. Og þá er Elton í baráttunni, það er boltanum og það er Sindri. Aron allarleið á Dietrich. Hauka með byggja upp sók. Já, er að spila hérna 3-4-3 kerfi. Sem hann er að spila í síðustu leikjum með... Þetta er lengsti spilkabli þeirri leiknum og gaman að segja að þeir halda boltanum svona vel núna. Já. Þeir kunna þetta þessi strákar. Þeir kunna þetta alveg. Þeir eru að fara í gegnum Luka Akademíuna. Já, ég vil eiginlega kalla þetta Árna Hjörvars Akademían en svona þetta er spurning hvernig menn vilja þetta Ásgeir, heyrðu, wow! Ásgeir Þór Ingólfsson, frábær varnarleikur, gjössanlega stórkostlegur varnarleikur hana. Já, nú eru Haukarnir að vinna betri stöðum og ógna Já, farnir að þóra að halda eins boltanum. Arkitektinn kemur upp. Hvað teiknar hann upp núna? Hann nær ekki að... Gripinn, glóðvolgur út af stöðu. Gulli bjargar hann á hana. Gunnlaug kemur hana til bjargar. Það var Aron Jónsson. Póstmaðurinn á Álftanesinu. Með háanbolta beint á besta skallamann Grindavíkur. Já. Það er ekki gefa langa bolta hana upp á Ásgeir. Það boðar ekki gott. Það er eitthvað sem hann gerir, það tapa ekki skallabolta. Já. Og reyna að fara ekki upp hérna vinstra megin, Haukarnir. Þessi reyna að fara upp hinnum megin. Það er náttúrulega gegnum miðjuna. Gegnum miðjuna, já. Það er væntanlega allt alveg að lók og læs hérna hægra megin á Grindvíkingum. Já. Sérðu? Ásgeir lokar öllu hérna. Hann er búinn að læsa þessu væng. Engi vill á boltan á Haukalínu, það getur verið vandamál. Arnar kemur hérna og svo Sindri setur hann upp á Arnar. Góð hreinsun upp í hótt, þess að Grindvík hóð boltan. Ásgeir með þetta allt á hreinu. Skokkar hérna niður og tekur boltan. Heyrðu, frábær sending. Negla maður. En Helgi Mikael hann dæmir rángstöðu. Nei. Jú. Hvort er rángstaða? Rángstaða þegar að Grindvíkur voru boltan. 13. rángstaða Haukum hérna á fyrstu 14 mínútur leiksins. Herði og Óli og Lúka hérna. Það er einhver orðaskipti hérna. Lúka náttúrulega góðsögn í Grindavík eftir að hafa komið upp í efstu deild í fyrsta skipti 94 af minnir og þá voru einmitt Mílan Stefán, aðstofþjálfari og Óli Stefán, þjálfari í Grindvíkingur leikmenn. Það er ótrúlega að þú viti þetta. Já, þetta er bara eitthvað sem hvert mannsbarn á að vita og það er raunni heyrðu, Óli er alveg brjálaður en það kemur út af hliðalínu segir við Ásgeir frábær leikur hjá þér en hinn eru ömulegir skrítið það sem að þeir eru tunn og lifir en jæja, nóg með það já þannig að tenging Lúka við Grindavík er virkilega sterk
Jú. Og En hann hefur þjálfað hana eitthvað aftur eða ekki? Herru, Jú, svo hann aftur, heyrðu. kom þeir einir í gegn. 1-1, hvað gerir Elton? Ekki neitt. Jú, hann Gefur tilbaka. gefur tilbaka á Daða. Hann setur hann, þetta er óöfni, bara óöfni. Óöppin að bakurinn skildi koma hana. Já, algjörlega, þetta gera, nei, heyrðu, Uss. þetta er hörku tækling Wow. og Helgi flautar. Hann ætlaði að gefa hagnaðinn en hætti við, vel gert hjá honum Helga. Hann hætti við, þrátt fyrir að Grindvík væri með boltan og þurfa núna að stilla hann upp mun aftar en þeir voru. Já, Hann ákveður að það beita gefur haukamönnum tækifæri til til að að stilla upp. til að stilla upp. Fínt hjá Helga. Breiðið með langan upp á Alexander sem að vinnur hennar bolta. Hann gerir þetta vel, þetta er skemmtir, þetta er gott hlaup, já. Jósef með sendingun út. Þeir koma þessi burt en ekki langt. Ásgeir Ingólfsson sjálfsögum mættur hana til að hirða þetta upp. Og þeir sparka boltanum bara út af. Óli Stefán flottur inn í hliðalinni, klæddur í Strelson jakkaföt og í glæsilegum brúnum skóm og með trefil frá Debenhams. Virkilega flottur í tauginu. Virkilega. Að meðan að Luka hérna hinum megin er klæddur í hömmel frá toppi til táar. Enda diggur áhugamaður. Hömmel fatnaða. Já. Og var tíma verslunarstjóri á Hömmel búðinni. Ég hefur séð hann í einhver öðru en Hömmel. Nei, Í rauninni ekki. í rauninni ekki. Þetta er, herðu, hann er árakstur. Arnar keyrir bara inn í Kristján hana. Ásgeir Kingolfsson lætur hann heyra það. Já. Herðu, þetta er langt maður. Þetta er bara ekki vítatega á herðu. Lengst og útspar sumarsins. Þetta var langt. Beit á Dietrich og hann ætlar ekki að sparka svona langt. Hann ætlar að sparka að stýttra og setur hann bara á Daða sem er svolítið að vinna skallabolta núna. Það er leiðilegt Mjög að gott. það skuli ekki vera neitt í kringum hann. Já, hann var svolítið einn þarna. Þarna vinnur hann boltan enn og aftur. Aron hérna á Arnar. Arnar fyrir Ásgeir Ingóls. Hann Já, ákveður að snúa við, skynsamur. Þarna Aron er Arnar er ekki Ekki sáttur mættur. að Aron skuli biðja boltan þegar hann er frábælega ekki frí. gert. Sjáuði Ásgeir Þór Ingólfsson. Þetta getur verið slagur. Frábælega gert. Ásgeir skynsamur þarna, lætur boltan bara fara. Og kemur svo eftir í stöðu. Hann veit að staðin er 2-0. Hann vill ekki opna hjartað og eiga hættu að fá sóknarna. Alls ekki. Hann fer bara tilbaka og stillir. Það er ekki mikið í kortunum sem að Haukar sé að fara að skora hér. Þar sem að Grindvíkingar liggja þétt tilbaka og Já, og eru baneitraðir hérna fram á nokkuð ánægðir við. með stöðuna. Dietrich með allt á hreinu. Þeir byggja hérna upp svo. Mjög hægt en gera það samt. Aron hérna á, já, vel gert. Ekki alveg nóg vel gert, óheppinn hann Daði. Herru, þetta er erfið sending tilbaka. Glóruleg sending. Þeir spila þessu út úr þessu. Slupp með skrekkinn. Komum honum á Ásgeir, heyrist hérna í Óla á hliðalínni. Grindvíkingar vilja fá aukaspyrnu hérna en Helgi Mikael segir áfram með leikinn strákar mínir. Það er Arnar, hvað gerir hann? Þetta er flottur bolti inn í. Það sem 3 Grindvíkingar eru, ég hefði viljað sjá hann gefa á Daniel sem stóð 1 á vítateig. Oft er betra að kíkja áður en menn gefa inn í.
það hefur stundum hjálpað. Falleg skýjamyndunum hérna yfir vellinum. Þetta er ótrúlega fallegt vallastæði. Alveg stórkostlegt vallastæði. Sjá Ásvelli hérna í baksýn. Og Áslandi. Og Áslandið. Nei, heyrðu, Alexander bara sparkar hann Júan niður og sparkar boltanum svo bara eitthvað í burtu. Það er spurning hvort að Haukar breyti í seinna hálfleik úr 5 manna varnarlínu og láti reyna á Grindvíkingana. Já, það er spurning hvað Luka gerir núna. Já, það er spurning. Eitthvað þarf hann að gera. Já, það er nokkuð ljóst að það þarf eitthvað. Já, það þarf svo sem ekki að gera neitt. Nei, það þarf reyndar ekkert. Menn geta svo sem sett sig við bara. Já, en stöðun eins og neð núna, sko. Herru, það er flottur bolti. Aron kemur þessu frá. Darradans. Já, nú breykum við. Arnar þetta boltanum á Arons, nei. Aron heldur hann vel, eins og svo ofta áður í leiknum. Já. Svo gerist ekki mikið. Þeir halda honum í öftustu línu og reyna að færa sig framar. Fikra sig over öllin, Sindri hérna. Gera þetta vel. Já, losa þetta. Góð bolti hann í alla. Nei. Jésús. Jósef Kristinn ætlar að fiska. Nei, heyrðu, hann er að fiska gullspjald. Hann spjaldar hann. Við erum með upptöku að þessu og hann snertir hann ekki. Elton Renato Livramento Barros fær hér gullspjald fyrir. Ekki neitt. Ég sá ekkert hvað gerist en hann fekk gullspjald, það er staðfest. Og Helgi Mikael skrifaði í bókina sína Elton, hann er komið með gullspjald. Skrifar hann. Til gaman skipta að hann sefur alltaf með bókina. Hann sefur með bókina. Þetta er, ég veit ekki frá hvað heimildamannuðu þetta en þetta eru góðar upplýsingar. Já, Gulli étur þetta og neglir fram á Renato sem er þar 1 á móti 5. Já, Ásgeir gerir frábærlega, kemur hann á Will. Það er verið að sparka upp í loftið. Hátt upp í loft. Hátt og menn geta. Maður sér að þeir hafa eftir mikið í því. Já, Hára Jósef. Spila vel hérna upp völlin. Halda honum betur en Haukamenn og virðast vera betur standir. Já, það er hann er að halda honum inn á, vel gert hjá Vilhjálmi Danielsinni. Heyrðu, það minna litlu. Dietrich lúður honum hérna fram, beint á Elton sem að heldur boltanum og gerir þetta vel. Heyrðu, þetta er aukarsvinna. Fiskar aukarsvinna á góðum stað. Á breiðu, hann hendur spjaldinu gamli. Já, hann ákveður, býttu, hvað ætlar hann Helgi Mikael að gera? Hann spjallar. Hann er að tala við hann. Nei, það er ekki spjald. Og Þórhallur Dan er ekki ánægður. Hann vill fá gullspjald þarna. Ég klálega. Þetta var nú ekki vægara brot en hér rétt á undan. Það er svo maður ætlast til þess að dómarnir séu. Það sé einhver lína á dómarunum hana. Já. Á bæðili. Þetta er tækifæri fyrir Haukamenn að koma sér inn í leikinn. Nú er tækifæri. Ég vil sjá Elton John bara fara inn í hana. Já, ég vil sjá hann fara frá boltanum og Aron setja hann inn í. Já. Akkur fer, býtu, það er að fara eitthvað í gang. Luka er eitthvað, heyrðu, hanna. Skemmti, nei, stíða nú. Nei, heyrðu, svo rennur hún á hausinn. Beint á teikniborðinu hjá Luka Kostic. Já. Það er nú bara svoleiðis. Mikill teiknari hann Luka. Og hann á, Hvað er mikið búið þessu leika? Heyrðu, það er svona 32 mínútur alltaf ekki ská. Ég vil fá markið Haukamennu hérna fyrir hálfleik. Já, ég er alveg saman því. Já, en Luka, hann er mikill teiknari. Já. Teiknar upp alveg ógrynni af
allskis leikfléttum og brögðum og á sko mikið safn af servéttum. Hann nota bara servéttur, þetta er alveg dagsatt, sem hann teiknar þetta allt upp á. Mikill safnari í rauninni og það væri gaman að komast í þetta servéttusafna og sjá hvernig hvaða leyndadómar leynast þar. Haukamenn halda boltanum. Nei, heyrðu, þarna komast þeir inn í, já. Grindvíkingar, Það er hann tapar Daði. og hættur stað, Daði hleypur á vörðuna. Reynandi hleypur raunin í veg fyrir hann. Já, En, það er ekki dæmt að þetta. nei, enda ekki neitt að dæma á. Já, og Rodrigo Gómez heldur hann vel, setur hann vel, nei, heyrðu, þá stoppar hann leikinn. Helgi Mikael, töframaðurinn. Biður böru. Heyrðu, nei, hvað er í gangi? Sjúkraþjálfarinn hlaupur inn á. Reynum að hlera hvað þjálfarinn að spjalla hérna. Þórhallur Dan hefur tekið hann Steinar Berg Sævarsson, aðstoðardómara á eintal og segir: hei, ég á flotta húfu, segir hann, heyrðist mér, af varalestri. Ég er ekki mjög snjall varalestari, þannig að ég veit ekki hvort það er rétt, en þeir virtust vera að tala einhvers konar höfuðfatt. En þá skokka allir út af kátir. Daði Ég verð nú að segja að það er mikill söknuð að Rúnari sjúkraþjálfara. Já, veist að hann alltaf hjá landsliðinu bara núna. Já, Þannig að hann var raunin líkillan að velgengi Hauka hérna árum áður. í rauninni, í mörg ár Rúnar Pálmason sjúkraþjálfari, ef ykkur vantar sjúkraþjálfara, sími 862 31 70, æðislegur sjúkraþjálfari og þú sérð í rauninni, hann var hjá Haukunum þegar að Haukarnir voru upp á sitt besta fer til landsliðsins og hvað gerist? Þetta er ótrúlega. Þetta er ótrúlega, það er enginn að segja mér þetta sé einhver tilviljun. Spjald. Það eru breiði aftur Annað brot hérna. Herðu, Það er ótrúlega að hann skulle sleppa með þetta, herðu. og Aron með frábæra setningu. Og hann klúrar. Ásgeir að sjálfsög búinn að loka þetta. Þá chippar hann inn í og hvað gerist? Herðu, Aron er heiðarlegur leikmaður, hann hendir sér ekki niður en vinnur boltan vel gert. Hann skýtur í Samherja. Haukamenn verjast vel á báðum helmingum. Herðu, þá er einhver eldfljótur með það. Hver er þetta? Þetta er Andri Rúnar Bjarnason. Já, herðu, Andri Rúnar Bjarnason, já. Hann er ekki drosa fljótur en hann virtist bara að vera þarna. Já. Dietrich séru, hægri og vinstri, skiptir ekki máli, allt yfir miðju. Herja, þetta er Gunnar Þorstinsson hérna, eða ekki? Passar það? Jú. Hérna nummer 8? Já. Já. Sonur hins mikla meistara, Þorsteins fjölmiðlamanns fyrrverandi. Já. Greinilegt að hún líði vel í fiskitorpunum. Já. Það er Mikið. nálægt fiskinu. Já. Var í Grindavík, fór svo út. Fóð svo til Eyja. Já, og hann var nefnilega málegur, hann var viðriðin fiskina en hann út í Englandi meðan hann var það líka. Já. Það veit að hann og ekki allir, Nei. en hann fór ekki til að spila knattspyrnu. Hann var bara, hann var að vesla með fisk. Hann var að vesla með fisk. Já. Fótbolti var auka að vinna hann úti. Já. En hann er komin aftur, Grindvíkingur, uppalinn Grindvíkingur. Já. Og sterkur leikmaður. Já, sterkur leikmaður og gott fyrir Grindvíkinga að fá heimastrákana aftur, Já, sko. alveg. Alexander Veigar, Gunnar Þorsteins, Já. Ásgeir er í Jósef. rauninni heimastrákur. Ásgeirir, já. Blanda af Grindavík og Hafnarfirði. Hann bjó hérna á Suðurnesjunum stund, Já, á sínum yngri árum. sínum yngri árum. Og svo er hann búinn að vera hann svo mikið upp á síkasti að hann er rauninni bara orðinn, Innfæddur. já. Hárbolti á Haukunum. Beint á Ásgeir sem við höfum Já. talað að sé algjört rugl. Þetta er ekki neitt. Alexander fær olbóskot en það er ekki dæmt. Öskrar ái en hann fær ekkert fyrir það. Helgi Mikael segir nei takk drengur minn, þetta er ekki neitt. Heyrðu, þvílíkur bolti á Ásgeiri, þetta er alveg stórkostlegur bolti hérna á Ásgeiri Ingólfssyni. Og það er darradans.
Hauka leysa þetta Já, já. vel, spila út af Daði þessu. gerir þetta skemmtilega. Þú skaltu reynsa þetta vel. Já, þarna, Haukan halda hana vel núna. Já. Svo kemur bomba ykkur. Nei, þetta var beint á hann. Nei, heyrðu, æ. Það er beint á Birgi. Aron tapar honum. Hára Gunnar. Úff. Já, þá byggja þær upp. Ennina sóknuna, Haukamenn. Sjáum hvað gerist í þessari. Manni finnst þetta að gera svolítið hægt. Ja, hann nóg eftir. Og svolítið mikið af þversendingum mætti vera meira svona fram á við. Já. Þú veit sjá, þú ert mikill fram á við spilari, Guðjón. Já. Er það ekki? Menn skora vist ekki nema að fara fram á við. Já. Það er vist svolítið. Það verður enginn skorað með því að vera tilbaka. Nei. Það er bara ekki hægt. Það er eiginlega mjög rauð. En við erum að spila mjög vel tilbaka. Já. Það er mjög jákvæmt. Og það er mjög sterkt. Já. Flott sending. Nú vill ég sjá hann fara í svæði. Já, nú verður Sindri aðeins að koma fram að þetta er vel gert. Lokka grindingin í sig. Já, Aron sett hann upp. Já, hefði viljað sjá hann við erum á fínasta og svo sutt yfir. Þannig já. Já. Nú vil ég sjá góðan kross. Enskan kross. Frá Birgi. Og Aron. Nei, tilbaka. Já, þeir eru bara þreyta á. Já, og svo sko. Það kemur alveg sendið með á 40 metrunum. Hættu lítið kannski. Já. En hann vil láta vita að Haukar getur skotið líka. Já. Hann segir við getum skotið boltanum, segir Alexander leið og hann skaut boltanum. Lúka Kötu sína menn til að halda áfram. Já. Ég held að þeir séu að því. Já. Það er erfitt að gera annað en að halda áfram. Já, það er erfitt. Ég En verði hann til vill þess að að menn viti Haukana það. meira að breyta bara einhverju. Reyna að Já. gera eitthvað til þess að krydda aðeins upp á þetta. Gunnar vil, Aron gerir þetta vel. Já. Kemur hann Alton sem reynir að kloppa Ásgeir. Ásgeir hristir bara höfuðið og segir ha ha ha, nei. Nei, ekki Og hér. sendir svo stórkostlega upp á Andra. Nei, hver er þetta? Jú, Er þetta Andri Rúnar? já, heldur hún vel. Þú veist hann eitthvað þykkur, geta það verið? Var hann ekki alltaf grannur? Hann- Ég veit ekki, ég er náttúrulega ekki með gleraunin svo Nei. þannig ég veit ekki neitt. Hann er held ég bara sterkur. Já, Sterkur strákur úr Ásgeir djúpinu. les þetta. Já. Sjá hennar kraft. Já, krafti heyrðu. Hörðu, Elton Keyrði- John keirir í hann. Og fær aukaspyrnu. Ásgeir ekki ánæður. Segir línuvörðinn. Dæmdu maður. Saðan orðrétt við línuvörðinn. Ásgeir búinn að glíma með meiðsli. Spurning hvort Lúka hafi sagt sínum mönnum að reyna að taka hann úr umferð. já. Búinn að vera eitthvað meiddur í mjöðminni þetta. Já. Sjá boltan líka vinur, segir Lúka við Gunnlaug Fannar. Og það er vonandi hann gerð þannig heyrðu. Hættulegu bolti hjá Jósef Kristi. Jósef M. með fót. Hann er mjög fína góð vinstri fót. leikmaður. Já. Maður er oft spurt sig hvort hann ætli ekki að fara að stíga skrefið og fara í betri deild. Já. En lífið er bara svo gott í Grindavík. Já, það er reynda máli. Ég held að það sé bara málið. Menn eru heimakerrir sem eru Já. Grindavík. Það er gott að vera í Grindavík. Ég reyndar að elska að vera í Grindavík. Elskar þú Grindavík? Já, Já. alltaf ef að kemur það er Já. góð fílingur hana. Já. Rosa vinnanlegt. Og hugsanlega hvergi jafn gott bakland á bakvið fótballtaliðið og í Já, Grindavík. ég heyrðu, þarna er einhver misskilningur. Já, ég var nú bara í Grindavík í fyrradag. Já. Virkilega, ég var ekkert að gera neitt, ég bara keyrði þangað og fekk mér inn að pullu og keyrði ekki inn á bæinn. Það er bara svoleiðis. Já, Ég talaði vel pullunar í Grindavík. bestu pullurnar. Hótt hjá Grindvíkingum gegn okkar mönnum og ég hef ekki miklar áhyggjur þar sem við höfum Alexander og Gunnlaug til að skalla þetta í burtu. Já, og Dietrich þarna, Já. þeir æfa hotspyrnuna mikið þarna í Austur-Þýskalandi. En við þurfum ekki að mikla áhyggjur ef Nei. þær koma ekki inn í. Nei.
Ótrúlegt að Ásgeir Ingvar skuli ekki taka hornin. Já, hann er alltaf samt svo sterkur í bóksinu. Þetta er reyndar, þú veist, maður myndi vilja hafa hann á báðum stöðum. Já, það er ótrúlegt. Já. Hæfileikar ekki. Það gleymir Aron sínum manni. Já, en hann tekur innkostinn. Já. Það kastar alveg, hann getur kastað eins og boltanum eins og byssukúlu, sko. Það er alveg ótrúlega að sjá þessi innkosti á honum. Þeir halda boltanum inn í róleitunum bara, Grindvíkingar. Ekki mikið að stressa sig. Ekki mikið að stressa sig. Óli Stefán ánægður með þessar löngu sendingu út af vellinum. Já, klappaði fyrir sínum mönnum. Lúka segir já. Mjög jákvæður, Lúka. Já, mjög. Dietrich. Ég er ekki viss að verði svo jákvæður inn í hálfleik, en... Nei, ég get ekki séð það, en maður veit aldrei. Hann, einhvers konar sálfræði þarf hann að taka á sína menn til að koma í minni leikinn aftur. Stundum er gott að öskra, stundum er líka gott bara að breyta taktík eða breyta einhverju. Já, hann er mikill sálfræði gúrú, Finna lausnir. Og hann finnur réttu lausnina í hálfleik. Góðsending tilbaka hérna. Alexander gefur svona að ská fram á við, virkilega gaman að sjá það. Sleppur út manni. Hauka, Arna, inn í hjarta. Arna. Ljótt að sjá hvernig það hrindir að Arnar eða nú. Arnar, já. Alli með boltan, gefur hann til hliðar. Alli með boltan. Dóla sér hérna upp. Á Grindvíking. Tapar boltanum hann að. Á slæmu stað, en þeir vinna tilbaka. Mikil sammeldi Haukaliðinu. Einn missar hann. Já, þeir vinna fyrir hvern annan maður. Mikið hjarta í þessu liði. Ungur bekkurinn í Haukunum í dag. Já, heldur betur. Óskar Sigþórsson, Guðmundur Árni Jónsson, Viktor Ingi Jónsson, Dagur Dan Þórhallsson, Alexander Helgason alltaf, hann er búinn að vera nú að byrja nokkur leiki en kemur virkilega óvart, hann skulle ekki verið í leiðinni í dag. Þetta er allt drengi fættir aldamótin. Haukur Ásbjörn, hann nú kemur mínu hér að að. Já. Það er nú mikið power í honum, það er nú gaman að sjá hann leika sér hérna. Kröftustrákur. Spurning hvort hann kom inn á í hálfleik. Já. Kemur hann ekki óvart? Kemur ekki óvart, nei. Ég veist nú líklegast að það sé Haukur, Dagur og Alexander sem kom inn á. Já, heldur að Dagur hefur nú ekki komið inn á hann þá. Dagur hann ekki komið inn þeirra, en hann hefur hæfileikana. Stórefnilegur leikmaður. Virkilega efnilegur strákur og gaman að sjá hann í framtíðinni. Gaman að fylgjast með framtíðinni, alveg klárt mál. Og alveg yfir með boltan. Svona já. Tegjum á Grindvíkingunum hérna vel og... Haukarnir búin að halda hann núna svo kemur hálfbolti á Grindvíkinga. Haukarnir verið að halda hann svona aðeins betur enn í byrjuleiks. Aðeins betur. Spurning hvort að Grindvíkingarnir séu viljandi að liggjast. Það er svo aftur á móti önnur spurning. Til að refsa. Já. Mílan Stefán og Óli Stefán tala saman hérna á hliðlínunni. Já, þeir eru eitthvað nei, heyrðu, það var bara flöð til hálfleiks. Stórkostleg skemmtun þessi fyrir hálfleikur. Já, algjörlega. Ásgeir Ingólfs var eins og synga til. Klárlega. Ég minni gesti
Já, kæru áhorfendur Haukar TV, velkomnir aftur að skjánum. Seinni hálfleikur í þann mund að hefjast. Liðin eru komin út á völlinn og Helgi Mikael, dómari leiksins, lítur á klukkuna og segir: já, strákar, byrjum þetta. Ok, byrjum, segir hann. Haukar eru búin að gera eina skiptingu í hálfleiknum. Joe kemur inn fyrir Arnar Algeirs. Já, Það er spurning hvort það hleypi lífi í okkar menn. Gunnar Jökull Johns kemur hérna inn á kantinn fyrir Arnar Aðalgeirsson. Haukar gerði eina breytingu í hálfleik, út af fór leikmann nr. 11 Arnar Aðalgeirsson og inn á kom leikmann nr. 12 Gunnar Jökull Jones. Gunnar Jökull virkilega áræðin leikmaður, fljótur, og það er spurning hvort að hann hleypi lífi hérna í Haukana. Nei. Heyrðu. Þeir Það er 3-0, nei. glaðvakandi, greinilega grindvíkingarnir. Þetta hleypti ekki miklu lífi í Haukamenn því að Þeir eru virðast vera steinsóðandi. En þó, þeir eru ennþá inn í klefa. Þetta er bara nákvæmlega eins byrjun og á fyrri hálfleik. Mark Grindavíkur skoraði leikmann nr. 14 Andri Rúnar Bjarnason. Andri Rúnar Bjarnason ákveður bara að drepa þennan leik hérna í byrjun seinni hálfleiks. það hefur engin Haukalið undan að hafa mikið karakter og þeir hafa oft komið tilbaka úr svona erfiðri stöðu. Já. Ég man reyndar ekki eftir því. Ég man eftir því. Er það? Já. Hvenær? Það hefur mörg ár síðan, það var. En það hefur gerst hérna. Kraftaverkin hafa gerst hérna á Schengenum. Og við munum nú bara eitt gott kvöld í Istanbul, kallið minn. Ha, Já, það er rétt. heldur betur. Það er allt hægt. Þeir geta litið til leifbúlmanna og Já, sækja innblástur til Rafael Benítez. Já. En varnarleikun í þessu marki var ekkit sérstakur. Nei. Og vörn Hauka hefur ekkit litið rosalega vel út í þessum mörkum. Nei, og í rauninni all liðið. Já, í rauninni sko. Þeir eru líka bara kærulausir. Aron sem var búinn að vera kannski sá skásti leikmaður Hauka í dag á í rauninni tilkastlega söndingu tilbaka sem er étinn og þeir skora. Já. Þannig að þetta er svona... En þeir mega nú eiga að þeir eru að klára þessi færi vel. Nei, heyrðu, hvað er í gangi? Aran með stórkostlega sprett. Nei. Besta færi Hauka í leiknum. Eina færi Hauka í leiknum. Réttar að sagja. Og þeir hefðu aldeilis haft gott að því að skora þarna. Já. Aran með Mjög gott. frábæran sprett, með Ryan Giggs sprett upp allan Í völlin. rauninni hefði hann bara að sleppa að gefa hann. Já, hann hefði bara átt að hlaupa með henni í marki. Það var enginn að fara að taka boltan á Það var hann. enginn að fara að taka. Frábær spilna. Þetta er... Nei, heyrðu. Sindri ákveður að setja takkana hana í Kristján Jajaló, markmann Grindavíkur og hleypa svo bara tilbaka. Hvernig er staðan í deildinni? Herðu, svo við förum nú yfir stöðun í deildinni. Gott á að spyrja Guðjón. Erum við ekki komin í smá vesen? Það fer eftir í hvernig umfyrir spilast. Ég sá að Háká var að vinna Keflavík í hálfleik 2-1. Það er ekki góð Það er ekki gott, nei. Og svo er Huginn Fjarðabyggð heldur líka. Þar var 0-0 í hálfleik að við minnir. Fái Leiknir og Huginn stig í þessar umferð, þá eru að draga Haukana hérna niður í fallbaráttu. Ég segi ef að úrslitin haldast eins og þau eru. En ég tel ekki miklu lögur á því. Ég held að Haukarnir sýni nú úr hverju þeir eru gerðir. Mátt sinn. Já, sýni mátt sinn og ég ætla bara að segja þetta á 5-3. Hauka, ég ætla bara að segja það hér og nú. Ég er ekki að sjá það gerast, en það væri virkilega gaman að sjá það gerast. Já, ég trúi á mínu strákum. Og sjáu þetta bara, hvað er verið vel. Boltinn berst út á teig og þar er fyrirgjöf sem að öndar beint í fanginu á Dietrich.
sem að hleypu fram og neglir eins og langt og hann getur út í buskan. Alveg frábær sending á hann einum Já, þarna já. fram á móti 4. Þessi bolti var farin út af Alexander minn. Já. Nei, heyrðu. Ég vil sjá langt enga. Helgi Mikael stóða leikinn. Alexander minn, verð þú eins og maður, segir hann. Farðuð, nei, ég er að reyna að lesa varirnar hérna þeim. Já, heyrðu, svo klessir hann næstu á grindingin. Hann segir, verð þú eins og maður, Alexander, sagði hann. Og meira gæti ég ekki lesið. Þetta var skemmtileg Góð hugsun hjá Árni. En hann hitti ekki á leikmann Hauka. Svo Jæjaló, svo sparkar hann bara út af. Þeir eru byrjað að reyna að tefja þetta grindingarnir. Leiðilegt að sjá. Það er leiðilegt, það er skammalegt að sjá. Alexander Góð sending á alla hana. Ekki í fyrsta skipti. hittir ekki á mann hana. Hvað gerir Jósef? Hann sendir hann á Alexander sem að heldur boltanum bara. Sendir yfir á Þetta er... Spánverjan. Já. Er það ekki? Er þetta Spánverji? Allavega Við spilum með Grindavík. Rodrigo Gómez. Ég ætla að segja þessi Spánverji. Ekki heilla mig í svo leik en... Nei, en hann hefur nú ekki eftir mikið að gera kannski svona þannig séð. Nei, kannski ekki sko. Varnar sinna miðjumaður. Hann er ekki að vera nokkur rólegt hjá honum. Já. Já, þeir bara leika boltanum á milli sín hérna, grindingarnir. Svo sparka þeir eitthvað langt. Og það er ástæða. Frábært fyrir okkar Þetta er, já, ég held að þetta sé Nú bara vil ég sjá línuvörður. okkur setja langt fram bara. Ég ætla að segja þetta sé bara Þórður Arnar sem er bara að dæma. Hann dæmdi og Haukana í fyrir áleik. Já. Ránstöðu. Já, ég held að hann sé, ég veit ekki hvort ég er rétt hjá honum. Hann er kannski bara að dæma til að dæma. Flautaði Flagga til að flagga. Ég ætla að segja það. Það er engast. Það fer í Juan Manuel Ortiz Jiménez og út af. Birgir tekur henni engast. Birgir Magnús eða Big Mac eins og hann oft kallaður. Gerir það vel. Sendur á Sindra. Gunnar. Nei. Hann dæmir aukasinu sem var að ég held rangu dómur. Já, Ásgeir allavega ekki ánægður með hennan Nei. dóm. Ég Aron, held að við ættum að vera skynsamir Alexander biður boltan, lyftir upp báðum höndum og segir, gef það á mig maður. Ég ætla að gefa inn í, segir hann. Frábær bolti. Fínan bolta. Aron hana sendir hann inn í á fjárstöngina. Góð marktilraun. Big Mac með ágæti skot. En nei, heyrðu, Óli Baldur Bjarnason er að fara að gera sitt tilbúinn. Hinn eini sanni Grindvíkingur, eins og oft kallaður. Jú. Eða moldargnúpur, eins og oft kallaður. Ég vil oft kalla hann rauðarspjald, hann er heitur í skapinu. Já. Og það gæti verið að hann kom inn á að fá rauðspjald og gefa okkar mönnum líflínu. Já, Óli Rauðarspjaldi Bjarnason, eins og hann oft kallaður. Skemmt. Heyrðu, hvað frábær sendingin Ásgeiri úr þvílíku bolti. Hann hefur ekki átt feilspor hér í dag. Ekki, nei, bara ekki átt feilsendingu. Ekki átt feilskref. Nei, búinn að vera óafinnanlegur. Algjörlega. Eins og kannski margir leikmenn Grindavíkur. Já, en hann er búinn að vera sérstaklega áberandi góður. áberandi. Já. Hann að sparka Haukamenn út í buskan. Glæsileg sending samt. Fín hugsun. Já. Elton var í Ég veist hann hlaupinu hitt hana. hann vel en hann Aðeins og langur. kannski glemdi að aðtöku hvort það væri maður hann. Bjóst við Elton væri aðeins fljótari. Hann Búinn að gleyma að Björki væri farin. Með Hann var frákvörf. ætli Björgunni Stefánsinni þessi sending. Með frákvörf.
Ásgeir enn og aftur með frábær, nei, hann á að vera mættur hann Jósef. Þetta verður bara algjörlega skrifast á Jósef, hann á að vera mættur í þetta svæði. Já. Gunnlaugur, rólegur hann, Daniel aftur. Sundurspilað á hérna. Þetta er fallegt Á og sínum nú er ég sem að hlaupa vallarhelmingi. með það fram á þið. Já. Já. Hann dettur á rassinn, hann En Eston. við vinnum hann strax aftur. Haukar eigan, já. Það vantar ekki dugnaðinn hennar mann, Daniel Snorra. Grindvíkingar, Já, búin að byggja að gera oft kallaður Ljónið. Hvernig ætla hann að taka út það? Óli Baldur að gera sér tilbúin. Ég held hann taki út af, nei heyrðu, hann skýtur bara. Já, þetta var Var þetta skemmtileg Andri? tilraun. Já, Lungin. Nei, þetta var Gunnar Það Þorsteinn. var Gunnar Þorsteins. Ég held að það var Andri Rúnar. Og hugsaði tilbaka. Mark sem Andri Rúnar skoraði hérna á Ásvöllum árið 2012. Það sem hann smelt honum frá miðju yfir Sigmar Inga í marki aukana. Stórkostlegt mark. Grindvíkingar sínu liði út af leikmann nummer 14, Andri Rúnar Bjarnason. Og inn á kemur leikmann nummer 19, Óli Baldur Bjarnason. Moldagnúpur kominn inn á. Og það er spurning hvað hann ætlar að gera í þessu leik. Guðjón, hefur þú einhverju hugmyndu það? Hann ætla sér mjög líklega að koma inn á og valda okkur meiri verkjum en ég varst að það muni takast hjá honum. Þetta er vesen, Þetta er smá vesen. Redda þessu. en vil alltaf tilbúinn. Alltaf tilbúin að Dietrich. Gaman að sjá hérna í áhörenda skaranum að Þóran Jónas lætur sjá sig. Virkilega gaman að sjá. Já, Ekki góðsögn hérna á klúbnum. góðsugnin á sjöngundum. Hann er... Já, hann er... Mér finnst hann ætti að vera hérna í hópnum í dag. Já. Algjörlega. En búinn að eiga við meiðslega stríði í vetur og hérna... Og er ekki með í dag. Í hvað lið er hann? Var lánaður til IH. Nó, ok, hann er þar. Já, þannig að Því feiki sterka lið. Já, hann er í góðum höndu þar. Spilaði mitt inn á móti GG hérna í fyrra dag. Já. Þórinn átti Sannfærandi. stórleikarna þessum að Hafnarfjarðarliðið vann Grindvíkingana í GG. Jú. Skoraði þú ekki? Já, það getur verið. Markavéli, nei, þetta lítur ekki vel út. Fer vel með boltan og kemur hér, þetta er vel gert. Því Dietrich lík markvæðsla, hann var hann stórbrotna á þessu. Heimsmæli upp hvar í skeitinum. Algjörlega heimsmæli hvar þessi markværsla. Séu haugamenn eru álsóðandi, fara tveir hann út. Já, Gunnar hérna eitthvað ókveðinni hvað hann á að gera. Koma hér tveir. En hann ákveður að skokka tilbaka, verja sitt mark. Það er bara líkilættir hjá það er að fá ekki á sig mark. Það er algjört líkilegt. Þetta hefur Lúka alveg predika núna síðustu 2 árin. Gunnar Jökull hefur komið að miklu kraft inn í leikinn og... Hann er búinn að vera duglegur. Já, klálega. Frábært. Ei, ekki þessi maður, þessi má ekki. Að maður allir skjóta nú þessi maður. Rangur. Herri, hann á að vera kominn út úr, sko, þetta er alveg, sko. Maður sér að Ásgeir er ekki sáttur með leikmanninn Grindavíkur. Nei. Jósef Kristinn. Þetta er nummer 1, 2 og 3 þegar maður er að taka hotspinnur. Koma þér úr rángstöðinni leið og búin að taka. Óþólandi. Hvað gerir Alli? Hann setur hann upp. Þetta er minn teibolli. Ég vil sjá boltan fara hann upp. Já. Góð skipting á Gunnar. Hann, tekur vel á móti honum, kemur hann spil. Og dæmast ekki nægilega vel. Það var Alexander. Matteo. Við setja pressa á hann þar, hann vel gert. Já, frábær skallið hann. Birgir skalla boltan. Jósef setur hann upp. Og það er enn og aftur flaggar aðstofadómarinn. Ég fatt ekki alveg af hverju hann dæmir alltaf rángstöð eftir að þeir eru ennþá með boltan. Ég er ennþá átt að má því. Þetta er Juan Manuel, hann er... Lunginn leikmaður. Já, hann er... Hann er einhver barningur.
Alls það frá að leika sér að þeim hana. Já. Barka fram hann að bein, nei, ekki nóg langt. Ásgeir segir, nei, ekki á minni vakt. Og þeir endtæfjaðir, Grindvíkingarnir, endtæfjaðir. Voðalega leiðilegt hvernig Grindvíkingar spila hérna sem nálega. Það vill maður ekki sjá. Óli hérna. Nú fyrir að taka á þetta. Nei. Jæja. Spila Þetta út. og svo háttalán á Grindvíkinga. Já. Svona. Það er mér Aron. óskilinlegt að við séum í neðri hluta deildarna við að spila með skokkar þessa leik. Já, það er, ég segi það nú kannski en Grindvíkingar geta bara verið virkið sterkir. Já, Og þeir eru, ég held að það með sé valimann í hverju stöðu alveg heldur betur. og virkilega hugsanlega sterkir. að vera að setja aðeins meiri pening í þeirra lið. Nei, Nei. Ég segi það ekki endilega. Ég segi Ég bara... ætla að slá því vöstu og það er svoleið. Já, ég held að þetta sé bara Við leiðist að sjá spurning um hefni. Ég sé allt spurning um hefni. Já. Grindvíkingar einfallega verið hefnari hérna í dag Jú. og náðu að skora 3 mörk. Frábært tilur hjá alla. Arkitektinn hana Teiknaði hana í trén. ætlaði vantarlega að teikna hann inni, ég veit það ekki. Hann er vanur að teikna trén á blöðin en hann rugglaðist hans hana. En já, ég ætla að segja með Grindvíkingana, þeir eiga að fara upp í ár. Það er bara svoleiðis. Þeir eru eitt af þessum 4 liðum sem að eiga möguleika. Já, ég ætla að segja að þetta sé bara búið. Káa og Grindavík, þau eru að fara upp. Þú er ekki miklu að trú á leikninni Þóru og Keflavík. Ég reyndar, ég ætla að taka tilbaka. Ég held að Grindavík og Þór fara upp. Ég held að Káa koksi á þessu núna og ég held að Þórsarnir fara upp. Ég held að þetta sé allt spurning um þjálfarana og Þórsar eru með virkilega sterkan mann í brúnni þar. Þannig ég ætla að segja að Káa fari ekkert upp. Ég ætla að gera svo djarfur. Segja að Þórsarnir takk í staðinn. Það væri svakalegt. Já. Tvist á deildinni. Já, einmitt. En þið má ekki glemma að ég spáði líka að Hauka myndi vinna þetta 5-3. Þannig að Þú ert allan Við að skulum eins og setja- staðin núna, þá er það ennþá möguleiki. já, skulum bara setja hlutina saman þá. Það ert þú veruleika fyrtur? Jæjaló. Það er spurning Stórkostlegt útspark. hvernig ber maður það fram, veistu það? Er það bara jæjaló eða? Christian Jallo. Jallo. Jello. Christian Jello. Þá er það komið á hreint. Þetta er, Hérna, þessi er Spánverjarnir, lungin, ég er þessi hrifinn af er- þessu. Þetta er ekki hann með guldspjald. það er býttu nú við. Barros. Barros er á gullu. Spurning hvort Herðu, dómarinn hvað er búin að láti brjóta oft? Segir plata Ásgeir sig- Þór Ingólfsson. Dómari, ég bara spyr þig, segir Ásgeir Þór Ingólfsson. Hann ætlar að rífa í Já, spjaldi. hann vill fá rautt á Haukamenn. Mér finnst það nú, já. Það er nú harkalegu Sko, dómar að reyka herri, nú. svo bara lappar hann í burt eins og, já, svo skokkar hann bara í burt eins og ekkert hafi gerst. Þetta finnst mér ljótt hjá honum Ortiz Jiménez. Svona viljum við ekki sjá, Guðjón. Nei, óheðalegu greinilega. Ég verð reyndar Einhver að púki í honum viðurkenna, greinilega. ég er virkilega hrifinn á óheðalegu leikmönnum. Já. Það er spurning, þetta er, það er einhver púki í honum allavega. Já. Við getum sagt Nei, það, nei, heyrðu, hann nei, að þetta er nei. inn fyrir og Hann þarna er og staðan 4-0. Og þú ert búinn að tapa Ég spániðinni. tapað minni spá. Þetta var Alexander Veigar, var það ekki? Þú sýndist rétt. Hann þekkir það að skora ásöldum. Já. Mark Grindavíkur skoraði leikmann nummer 10, Alexander Veigar Þórarinsson. Hann skoraði hérna í 2012 einmitt, þegar hann og Andri Rúnar spiluðu saman hérna með B í Bolungavík í sögufrægum leik. Þú mást ekki geta þeim leik, Guðjón?
Ég spilaði ekki hann leik. Nei, þú spilaði ekki hann leik. Þá var það þannig að Hauka komist í 1-0 og svo Nigel Quasi reikin út á 25. mínútu. Herri, ég horfði á hann á leik. Já, Ég man herri, ekki. þá bara taka BI menn sér til og skora 3 mörk Já. einu ferri. Herri, hann gæti orðið svolítið heitur hana. Nema hvað að Haukarnir á síðustu 20 mínútunum skora 3 mörk og vinna 4-3. Já. Ótrúlegu leikur. Og þá skoruðu Alexander Veigar og Andri Rúnar Bjarnason Gísli. Nei, Gísli. fyrir BI. Hver er skorur Hauka? Andri Steinn Birgisson skoraði 1 mark. Svo skoraði einhver ónefndur aðili 2 mörk. Hilmar Emil. Ásgeir Ingo. Ásgeir Ingo sá sem með þetta. Og svo mann ég ekki hver skoraði 4 markið. Vel gert. Nei. Já, Daniel heldur boltanum, hann tapar ekki boltanum. Já, það engast. Herðu, nú er að koma inn á Matthías Örn Friðriksson. Það verður að segjast að staðan eins og núna, þetta er mjög ósanngjarnt með að við spilum með begge liðið í þessum leik. Já, Sérstaklega í seinni hálfleik, Haukarnir að vera virkilega sprækir. já. Matthías Örn Friðriksson, eða Matthías Vörn Friðriksson eins og hann er oft kallaður í Grindavík. Hann er að koma inn á. Breytingar á sínu liði út af fyrir leikmann nr. 6, Rodrigo Gómez Mateo. Og inn á kemur leikmann nr. 9, Matthías Örn Friðriksson. Virkilega duglegur leikmaður. Já. Þetta er leikmaður sem leggur sig allan fram. Já. Það er bara svoleiðis. Kemur frá Akureyri, ég maður. Já, Eða einhver stað það ekki. já. Og Fyrir leikmaður Þórs. þekktu fyrir Eidil harðan varnarleik. Nei, herri. Er þetta Óli Baldur? Nei, þetta er hann Vilhjálmur Danielsson sem að brýst þarna fram öllin. Haukarnir hreinsa þessu. Vel gert þarna. Ásgeir. Já, hann á að taka þetta langt. Þá var að byssukúla mætt. Sjáu þetta innkast. Beint á mann. En þeir lág ekki að taka mótunum við skrítið. Er ekki Hauka bara búin með eina skiptingu? Haukarnir búin með eina skiptingu, jú. Það er spurninga hvort það þurfa að fara að breyta eitthvað til. Sem er furulegt með við gang leiksins kannski. Já. Maður hefði haldið að Lúka, ég ætla nú ekki samt að hann er þjálfarinn ekki ég og hann er ástæðan fyrir að hann er í þjálfararsetunum ekki ég, hann veit hvað hann er að gera. Já. Þannig ég ætla ekki að Vefengað þannig. ekki að við fengið það, nei. Staðan var ekki sér bara verri ef hann hefði verið að skipta meira. Já, hann Það er veit ekki. allir í ruglunu. Ekki fyrst skipti sem hann er út af stöðu. Þá var það Ortiz sem ákveður að senda hann út á Nei, þetta er alveg ömurlegt skot. Skelfilegt skot. Ásgeir örugur. Búinn að vera mjög örugur í sínum aðgerðum. Gunnar Veigar, þetta er allt og einfalt sko. Jæja, Aron sýnir smá. Já. Heyrðu. Ólinni, heyrðu, hann tæklar hann aftan frá. Þetta á að vera gult spjald í mínum bókum. Sammála því. En Spurning hvað Ekki- Alli gerir núna. Já. Hann hengið langan upp eða. það er skipting á haugunum. Herrið, tvöföld skipting síns mér. Það er tvöföld skipting. Og það er Alexander Helgason Nei, þetta er bara einskipting. sem er endar í vitleysu treyju með á liðskýrsluna. Hann á að vera nummer 26. Og út af kemur Daði Snær Ingason. Daði er búinn að vera í strángri gæslu hjá hann og Jobba. Já. En fékk bestafæri leiksins, eða bestafæri Nei, var Hauka. það ekki Birgir? Var það Birgir? Birgir, ég held að það Er hafi verið það? Birgir. Ég Var það hann? held að það hafi verið Daði. Nei, það var ég, líklega Daði. við segjum að það hafi verið Daði. Fékk bestafæri leiksins hérna. Haukar gera breytingar á sínu liði. Jú, þetta var hann. Út af fyrir leikmann nr. 8, Daði Snær Ingason. Og inn á kemur leikmann nr. 21, Alexander Helgason. Búinn að vera virkilega duglegur dagann Daði. Búinn að fína leik. Búinn að leggja sig fram. Búinn að leggja sig fram. ég Og verð- það er ekki hægt að byggja meira en En það. ég er ánægð að vera skiptingu. Ég hef mikla trú á þessum dreng sem er að koma inn á. Alexander Helgason. Helgason. Kartöflubóndinn eins og hann er oft kallaður. Það sem allir gaman að geta að faðir hans var nú lunginn knattspyrnum að reyni. Já, Helgi. Já. Já, hann hefur Alexander heldur garð hérna í Norðurbænum. Kartöflugarð. Og Það er svoleiðis. hans líf og yndi svona fyrir utan fótboltan.
Við séum sinni meðfram knattspyrnu störfum. Jósef, Gunnar sendi bara á Ásgeir Ingólfsson Það er bara hann. og það mættu fleiri gera það. Hann veit bara hvar boltinn á að vera. Já. Sko, á Ásgeir. Það fær eitthvað spilnu. Grindvíkingar leika á allsótt í stúkunni núna. Syngja og tralla hérna alveg eins og óðir menn. Virkilega gaman að sjá. Já. Reyndar hálf dabart með sýnist vera fleiri Grindvíkingar heldur. Já, ég held að margir haukamenn séu farnir. Já. Svona sýnist á því. Við erum vonið alltaf góða vön hérna á Ásvöllum. Já. Menn eiga stiðja liðið til enda. Já. Alveg sama á hverju bjátar. Grindvíkingar gera hérna. Þú sé að Kalli Björn er að stjórna fjöldasöng hérna í stúkunni. Brjálu stemning. Já. Alexander fyrst hver engast, vel gert hjá honum. Já. Syngur hérna, þú lifir bara einu sinni, syngur Kalli Björn hérna í stúkunni. Og ómar Ásvöllina. Nei, rangur. Ekki rangur. Nú flaggar hann ekki. Hann Þórður Arnar. Hann er búinn að gleyma hvernig að nota flaggi. Hann er þreyttur í hendina eitthvað, kallinn. Þú flagga allt og mikið. Reynir að lyfta þig núna en það er bara rétt að lyfta þig. Já. Ég sé hann er komið með flaggi yfir í vinstri hend. Sjáum að Dagur lappar hér í skilið. Er að lappa að skilinu. Er hann að koma inn á? Nei, Haukur Ásberg er að koma inn á. Herðu. Sending á fjær. Skalla frá. Varamann Hauka virka ekki glaðir sem er ekki kominn á, sem er eðlilegt. Þetta er ungi strákar. Menn eigi ekki að vera glaðir með að vera ekki að spila. Nei. En þetta er ungi strákar eins og segja og þeir hafa nægan tíma til að koma inn á hérna. Já. Seinna og snýst þolinmæði. Já. Og svo líka bara það að leggja the work in á æfingum og svona. Já, æfingin skapar meistarann. Það er aldrei of sjaldan sagt. Nei, og það er bara mjög margir sem gleyma því. Það er bara mjög margir sem gleyma því. Ótrúlega margir. En mikill sannleikur fólkin í því. Já, mjög. Í rauninni er það hinn heilagi sannleikur. Hinn heilagi sannleikur. Það má segja það. Já, skallar hann vel hátt upp í loft aftur. Já, ég vil sjá hann bara aftur hátt og núna aftur hátt. Gaman að sjá hvað hann er búinn að æfa sig að skalla hátt í lofti. Já. Hvað gerir hann? Já, frábært beint á kantinn. Gunnar, nú vil ég sjá bara Gunnar fá ferðina. Loksins fær hann boltan. Já. Og hann fiskar aukaspyrnu. Þetta viljum við ekki sjá hérna á tíma á spjaldi. Þarna. Mattias Vörn fær þetta gularspjald og með réttu. Já, klálega, þetta var hann bara sparkaði í hann. Háskaleg framkoma. Sparkaði bara í hann. Haukur Ásberg að gera sig kláran hérna hliðlinni. Haukar gera aðra breyting á sínu liði út af fyrir leikmann nr. 4, Aran Engan Panja. Og inn á kemur leikmann nr. 7, Haukur Ásberg Hilmarsson. Ræðir eitthvað hérna aðstofadómarann. Aran Engan Panja kemur út af. Búinn að vera svona sprækastur haukamanna. Já, ég hugsa það. Átti frábæran sprett á hann. Já. Sem að þeir líklega sögubækunar. Nei, dauðafæri. Þetta er einn ótrúlegasti sprettur sem að bakurinn hefur tekið síðan að Benis Krasniki var hérna árið. Það er hárrétt hjá þér. Hann átti hann ófáa sprettina. Sælla minninga. Já, úr vinstri bakurinnum. Hvað er hann í dag? Það veit ég ekki. En einhvers staðar er hann. Þetta er ekki neitt. En Alexander nú er allt brjálað hérna. Óli Stefán bendir eitthvað. Á ég að benda á því, segir hann. Svo bendir hann bara. Haukarnir hefja sókn. Þetta er virkilega fallega að spila. Alexander setur hann beint á Jósef og segir svo, heyrðu, þú ættir ekki að vera þarna, segir Alexander. Þetta er, léleg sending. Búinn að vera lélur í dag hann Alexander Veigar. Búinn að vera alveg ömurlegan leik. Nei, djók, við erum að djóka. Hann er búinn að vera virkilega góðan leik, Já. Alexander.
Hvað er með 2 eða 3? Ja, allar með 2 mörk. Allan að 2. Eins og ég byrja útsendingu á að segja hvað þessi góð leikmaður þetta væri. Já, hann hefur bara sannað það hér í dag. Já. En það veit ég hvað ég er að segja það. Já, já. Það er Jú, jú. ótrúlega. Herri. Alexander vinnur hann vel gert. Big Mac. Big Mac. Ásgeir Ásgeir upp í hátt. loftið að sjálfsögðu. Hann bætir hæðarmetið í það. Já. Hann gerir þetta bara til að tefja. Hann veit alveg hvað Hann hann er að svo gera. leikmaður sem er í til að bæta met. Já. Hann er alveg sammalt hann. En það er Ronaldo upp á þessu leikmaður hans. Já. Vesen. Ásgeir er hinn guli Ronaldo, vilja sem ég segja. Haukur hann að fæ boltan. Hvað ætlar hann að gera við hann? Já, leikur sér að... Já, sendir hann svo yfir. Í laust svæði. Það snýst um að finna Vill opnu fá hann í svæði. gegn núna, vill fá hann í gegn. Það fær hann ekki í gegn. Gunnar. Fær hann ekki, Gunnar. Já. Já. Þetta, auðvitað er Ásgeir Þór Ingólfsson hann til að stöða þessu sókn. Ótrúlega hvað hann hefur verið svolítið þetta. Ótrúlega maður. Bara, Hann ætti Grindvíkingan ekkert sagt núla. nei. Ég held þeir myndi ekki eiga sens í dag. Grindvíkingarnir? Nei. Úlli í meðslum. Já. En það virðist vera nóg að hafa einn Haukamann. Já, gegn 11. Gegn 11. Já. Því færri Haukamenn því betra. Já. En þess má til gaman skipta að þetta er nú svo kynnslóðaskipti Haukum. Svo Já, margir ungir og efnilegir Já. strákar hana. það tekur tíma. Já, úr Árna Hjörvarskólanum. Já. Nei, Jósef Jósef þarna. gerir vel og Já, já. hann stressaður. Jello. Já, Já, hann já, sparkar út á. tekur engar á þetta. Nei, heyrðu, hver er að koma hér inn á? Það er einhver skemmtilegur leikmaður. Marino Axel Helgason er að koma hér inn á. Hann sýnir hei nummer 21, segir hann við aðstofadómarann. Út af kemur litli púkinn, hann Juan Manuel Ortiz Jiménez. Sem hefur verið einn af bestu leikmönnum Grindavíkur eins og leik. Marino Axel Helgason. Jiménez verið sterkur í dag. Búinn að gera leikmönnum Hauka skráveifu. En inn á kemur Marino og ég hlakka til að sjá hann leikmann. Hann lofa góðu. Já, klálega. Það er sem þetta gaman að sketa að allir leikmenn Hauka keyra á Opel. Bílabú Benna er að styrkja Hauka hérna og Já. gáfu öllu leikmennum bíl. Já. Allir á Opel Corsu. Flott framtak hjá Bílabú Mjög Benna. flott framtak. Notuð Opel Corsa svona kringum aldamótin. Það er einn besti árgangurinn af Corsunni. Dietrich, örugt, frábær sending hérna, nei. Elton eldir. Það er Bræði, hann er ekki búinn að sjást mikið í seinna leik. Flikka boltanum og Óli. Þetta er spjald fyrst mér. Óli... Hann er ekki komið spjald. Óli Rauði. Það er ekki komið spjald, en sem gerst nú ekki oft þegar þessi leikmaður stígur á völlinn. Þetta er mögulega bara stór dagur í hans lífi. Hugsanlega. Alexander staffar stálinn í sína menn. Segir þetta er ennþá möguleiki. Já. Segir að miði er möguleiki. Miði er möguleiki, remember Istanbul, segir hann. Já, Óli kemur skilabóðum áleiðist í sinna manna. Búinn að taka trefilinn af sér. Enda alveg rjóma blíða hérna á sjengarnum. Eins og alltaf. Það er ótrúlega hvað er gott við alltaf. Alltaf ótrúlegt. Sólin skín og... Hvern veturinn að fætum öru? Ég man ekki eftir að hafa verið fresta æfing út af veri hérna sko. Nei. Það er alveg satt. Kannski að þegar við vorum svo grótharrir en það er svo sem annar mál. Sér að sko fánarnir hérna bara
Þeir flögt ekki. Þeir bara, Þeir sko, steinliggja. límdir við súluna hana. Það er í rauninni það besta fyrir Haukamenn þetta er í rauninni veðrið. Í rauninni. Þetta er eiginlega stórkostlegt. Já, Svo maður gaman ekki að það er sól bara á vellinum. já. Þetta er ótrúlega. Við guðirnir verið góðu við okkur enn dag. Já, klálega. Og þeir eru ekki, þeir vil ekki refsa Haukamönnum fyrir þessa framistöðu. Þeir eru alltaf glaðir við guðirnir ásvöldum. Já. Sama hvernig staðan er. Alla sem tilbaka á Dietrich. Já, Dietrich bara kemur honum í spil. Það var kannski ekki sniðut því að þetta er smá vesen. Og þá ákvað hann bara að setja hann eitthvað út í buskan. Hann hefur svolítið verið einn í framlínu hann Elton í dag. Búinn að reyna að halda boltanum og koma hann úr spil en verið svolítið einmanna hana. Aron kemur skjóttu bara. Nei, hann gefur hann bara út. Og Big Mac með sendingu á fjær. Og svo beint á Gunnar, Breiðabliki. virkilega sterkur skallamaður. Hann nær ekki að koma honum samt fyrir. Þannig að boltinn aðeins og hár fyrir hann. Mattias á Alexander. Alexander nær að komast fyrir. Nei, heyrðu, býttu nú við. Hvað gerist þarna? Gunnlaugur fær gult spjald. Oft er kallað Gunnlaugur því að hann fær of á gult spjald. Ég er bara að pæla þetta magna. Tölfræðin er tiltölulega jöfn hérna, erum við að sjá. Ég verið að kvísla okkur hérna á tæknimönnum. Grindavík búin að vera 51% með boltan. Haukar 49. Grindvík 8 skot á marki, Haukar 2. Já, Þannig að við ættum við raunin að vera að koma allan 1 mark með þeirra nýtingu. já. 4-1 væri kannski verðskulda. Það væri kannski verðskuldaði, já. En það gefur lítið. Það gefur Það lítið. gefur ansi lítið. Mögulega sjálfströst þeim sem skorar. Kannski. Kannski. En maður vil líta á björnulegarnar. Og þá zoomar kamerumaðurinn inn á vítategin. Það var Gunnar út á Vilhjálm Daniels. Hann tekur slaufurnar sínar, krúsídúlurnar. Þeir komur bara tilbaka. Herri býtur Ásgeir Ingvarsson tilbaka í hornum. Já, ég sá þeim þetta á hann líka. Jesús, heyrðu. Ég er bara orðlaus. Já. Ha? Besti skallamæður. Besti skallamaður deildarinnar En er þetta er geymdur ofta fyrir sem utan. að háir mönni sem eru bara bestir í öllu. En hann er náttúrulega stórkostlegur varnarmaður, já. Og Óli vill kannski, hann vill náttúrulega ekki vera að fá þessi mörk úr hraðablöfum. Hann er náttúrulega eldfljótur og frábær varnarmaðurinn Ásgeir. Já. Þannig að hvar á hann að hafa hann? Getur listan, Já. list í rauninni hvaða verkefni sem er sem Já. þjálfarsetur. Og í stöðunni 4-0, þá kannski viltu halda markinu hreinu, Já, frekar hann að bæta öðru við. Sammála því. Haukarnir spila glæsilega hérna. Vill láta boltan ganga þarna. Hratt og vel Já. til hliðar og tilbaka. Glæsilega spil. Þarna. Alexander Snúið, þarna, maður. hann snýr. Hann setur Ekki hann veit ég upp hvert í að setja hot hann. á bygg. Já, hann fær hotmyndina. hornið. Fínt hana. Birgir eitthvað þreyttur eða fekk eitthvað högg. Við hún ekki við Nei, því heyrðu. að hann meiðist. Nei, en hann haldrar í nokkru sekundur en tekur svo sprettin tilbaka. Svo byrjar hann að haldra aftur. Og mátt haldra þegar þú ert komin í stöðu. Þetta veit hann Birgir. Það er engast í. Nú vill ég bara sjá. Ok. Fáum ekki að sjá það.
að Daniel. Alexander, hann skýlir boltar, opinn hann að, Krossa þessu. það er Birgir, nei, hann ákveður að gefa hann út Betra og þá krossa krossa, Heyrðu. hann Heyrðu. Þarna komust Haukamenn nálægt Nálægt í, í að komast í skotfæri. já, voru nálægt í að ná að skjóta markið þarna Haukarnir, en Þetta er stórkostlegt spil hann. eftir góða sókn, fína sókn, Gunnlaugur, hann kemur þessum alla leið tilbaka á Dietrich. Dietrich kominn inn í markið aftur eftir að Magnús Andersen lendi í vélsleðaslýsi hérna á Langjökli. Keyrði yfir fótinn á sér og verður frá einhverja vikur. Þannig að Dietrich Magnús búinn að standa sig virkilega vel meðan hann var í markinu en Dietrich kominn aftur í markið. Herrið, hann Jello Sparkar í teginn aftur hinum einn. Herrið, hann sparkar bara yfir í, Hann má eiga það, hann kann að sparka hann kann að sparka í boltan og virðist vera ágætur markmaður í þokkaboltan. Þetta er bara einhvers annar leikur hans fyrir Grindavík. Já, það er svoleiðis. Ný kominn, já. Ég er bara óskað Grindavík til hamingju með það. Já, það virðist vera góð fengur. Já, hann getur alltaf að sparka boltanum langt. Það er mjög mikilvægt. Já, Haukur hann að virkilega grimmur, fiskarhornið, virkilega vel gerð. Já, það var búið að vera markmannsveisin á Grindvíkingunum. Já. Anton Ari spilaði hann að fyrsta leik í deild. Rétt. Svo var hann kallað tilbaka til Vals. Svo kom einhverju marki sem ég veit ekki hver er og hann gleyma manna fjársvæði. Hann dettur nú ósjaldan þar. hann hefði Tryggvi Guðmundsson skorað. Þarna er Tryggvi eða Guðjón Pétur Lýðsson. Eða Guðmundur Lýðsson. Ég er enda reyðist að taka hodnin. Já, þú verður að taka hann, þú verður ekki vera hann. Annars væri hann. Já. Hann hefði Tryggvi Guðmundsson skorað. 100%. Já. Þarna er hann mættur. Hann er hann mættur. Kristinn Steindós líka, hann var líka lukkinn í þessu. Já, það var hann. Það er ótrúlega að fyndi að menn fjárstöngin. fatti þetta ekki sko. Bara ef þú ert á fjær, Já. þá skorur 5-6 á tíminu. Já. Fjárstöngin gefur 5 mörk á tímabili. Gefið 5 mörk. Já. Allavega. Haukarnir að spila vel hérna í seinni hálfleik. Já, vel gert hann að Gunnar Jó. tekur á sprettin sinn. Oft kallaði Tindátinn. Með Nei, góða hugsun en Já. framkvæmdin ekki nógu góð. Antilópan Gunnar Jökull. Hátt og langt, þetta er. Menn virðast vera sáttu með úrslitin. Já. Bæði lið virðast vera sátt. Ég er alltaf ekki mikill sóknarþungi á Haukamönnum. Þeir eru ekki að þjarmaða Grindvíkingum. Nei. Það verður ekki sagt. Hvort að bæði lið séu búin að sætta sig við niðurstöðuna. Það er spurning. Þetta er fínn bolti. Aron Jó er ekki búinn að sætta sig við þetta. Verðu. Bræðið tekur áhættu þarna. Já, heldur betur. Tæklinn tegur boltinn, já. Og brennir sig aðeins á græsinu. Já, og fær brunasár að launum. Á það skilið. Já. Maður tæklar aldrei inn í teik, sko. Nei. Alltaf að standa þetta. Já. Það kendi hann Pepe með. Já. Það er Pepe skólinn. Má reyndar eiga það að Pepe, hann fór að gera heilt tímabil og fekk 1 gult spjald. Já. Það er ótrúlegt. Það er fáránlegt. En þetta var einmitt Janus Guðlaugsson Já. sem að predikaði þetta manni í gamla dag. Þú tæklar ekki inn í teik. Þarft þess ekki. Nei. En það eru hafsendar að tækla mjög lítið. Já. Góð Þetta er bolti vel í gert, Aroni. Arni aðeins svo langur Hugsunum að virkilega. Já. Það er hægt að taka út og reyna að finna mann leiksins, það væri erfitt. Já. En Það þarf ónefna Vilko mannleiksins Já. í boði Vilko Vaflan. Já. Vaflana? Það er ekki súpur líka. Það er bara Þeir vöfflur. eru með Vilko, já þegar allavega vöflurnar sem eru að styrkja
Haugana. Sem að styrkja Haugana, já. Þannig að hver er Vilko Vöfflu maður leiksins, Guðjón? Það er eiginlega bara eitt sem að kemur upp í hugunum mér. Sko, ef við erum að velja báðulegum þá er það bara Ásgeir Ingólfs. Já, ég var að hugsa það. Alexander Veigar mögulega bankar að dyrnar en... Já, hann er í öðru sæti en ég held að sé algjörlega Ásgeir Þór Ingólfsson. Svo er mér líka hann hérna, Aron JB hefur verið frábær. Þetta var ekki neitt. Gunnar Jökull, ekki ánægður með Helga Mikael, dómara hana, vildi fá vítaspyrnu. Já, Vilko Vöfflu maður leiksins, er það Ásgeir Þór Ingólfsson? Já, Aran Agapanni hugsanlega fyrir sprettinn stórkostlega hérna áðan. Já, svona ef valið eru hauka liðinu. Já. En heilt yfir held ég að, sko, að geta fullra sanginni þá er það Ásgeir Þór Ingólfsson. Ég held að sé ekki þetta. Fullra sanginni? Já, ég bara... Já, ég er sammálaði. Alveg lítum hlutlaust á þetta, þá er það kemur held ég ekki nokkur annar til greina. Þessi hefur verið... Alexander Veigar hefur verið mjög góður í leiknum. Já. Og kemur hann í öðru sæti. Já. En bestur haukamanna? Það myndi ég, það er erfitt að segja, það er ekki margir sem hafa blómstrað Nei. í þessu leik, en það er nokkri sem hafa svona spilað á pari en ekkert meira það og svo einhverjir sem hafa spilað vel undir pari. Já. Þannig ég er svona, og margir í Haugaliði sem eiga að dánda þetta. Já, það eru margir sem eru búin að eiga slaganleik. Það verður nú bara að segjast alveg svo er. Og þetta er ekki það Haukalið sem við viljum sjá. Herru. Það er rángstæða. Það er samt tekið markið sko, mér er liðið betur. Já. Bara sjá hann í netinu. Já. Þó sé ekki nema bara platt sko. Já. Maður finnur bara að kallast í hann flauti þetta af. Ég held að flesti sé að bíða eftir því. Nei, þessi má ekki skora. Hann er að fara að skora. Nei, hann skorar það ekki. Skorar. Hann skoraði nú, hann á nú eitt rosalegt mark á fyrirskráni. Rétt. Í Frostaskjólinu. Ég man eftir þessu leik. Já. Klippti hann ekki? Það sem hendi bara í hjólaspyrnu eða eitthvað. Já, hjólar. Já. Já, og þarna svarar Helgi Mikael fyrirspurn minni og hann flautar hér af leikinn. Flautar leikinn af og á Akureyravelli þann 27. júlí næstkomandi. Ég þakka þér Guðjón kærlega fyrir samveruna. Já, takk fyrir og þakka öllum sem að hlýtu. Takk fyrir okkur. Takk og bless.